Komið þið sæl, við heilsum ykkur hérna austan. Við ætlum að taka ykkur með á flakkum Austurlandið og við ætlum að fara til að mynda og hjálpa stelpunum í Pokastöð Norðfjarðar að gera poka úr bolum. En við lítum bara á þetta sem samfélagsverkefni, við erum ekki að velta neinum peningum í þessu. Við förum í konundagskaffi í leikskólanu Lyngholt í Reyðarfirði. Kannski það kökudagur. Við kynnum okkur stofuverslunina Blóðberg á Seyðisfirði. Heyrðu, þeir eru stödd inn í stofunum minni, stofubúðinu minni. En við hefjum leikinn hér á Fljótsdalshéraði. Í grunnskólanum á Egilsstöðum var haldinn nýsköpunardagur á dögunum. Og það í dag, þá hérna nýsköpunardagurinn hjá okkur og þetta sem sagt, má eiginlega segja kannski einhvern upp 2010, þá byrjuðum við að með dálítið öflugu námskeiði hérna fyrir alla kennara í skólanum og bara alla kennara á Fljótsdalshéraði og unnum hérna dálítið öfluga grunnvinnu í sambandi við nýsköpun og þá var líka hugmyndin svolítið að draga þessar nýsköpunar hugmyndir sem út í samfélaginu inn í skólan svona til að efla staðarstolt nemenda og upplýsing og það sem við vita umhverfið og það sem fólk er að gera, hvað er með hráefni, hvaðan kemur hráefni og við leggjum svolítið upp úr því hérna í skólanum til dæmis að vinna með hráefni sem er hérna úr umhverfinu, eins og til dæmis í smíðum og vinnaði svolítið með við bara hérna af héraðinu. Annað hvert ár hefur Egilsstaðaskóli í samstarfi við aðra skóla á héraði staðið fyrir nýsköpunardegi sem haldinn hefur verið í Sláturhúsinu en í ár var ákveðið að fara nýja leið. Dag er nýsköpunardagur på skólans okkar og hérna að prófa það að fá foreldra, fá foreldra og nemendur hérna núna seinni part dags stund í skólan þar sem nemendur eru að segja frá sínum hugmyndum og foreldrar eru að skoða og fá líka smá bland, fá fyrirtæki og hugmyndasmiði bara úr samfélaginu til að koma hérna og segja frá sínu starfi, hvernig við byrjuðu og svo erum við með svona bara annað starf í skólanum sem líka tengist þessu eins og notkun á mikrobit-tölvunum sem er hérna upp í upplýsingaverinu og krakkarnir sem fóru í legokeppnina fyrir okkur, voru legoliðið okkar, fóru í haust og stóðu sér miklu prýði. Þau eru svolítið að segja frá sinni vinnu og bara hvað vinna er í kringum það. Við erum svona að tengja þetta allt saman. Þannig að það er svolítið mismunandi áherslur, við ákveðum það líka svolítið í hver skipti. Yngstu krakkarnir hérna eru að vinna með spil og voru að búa til svona ýmskonar útgáfur af spilum. Maður dregur spurningu og lætur næsta mannin að lesa og það en það í þá lætur einn svona tímaglösu og hann að giska á spurninguna og ef hann fær rétt þá fer hann rétt áfram. Þannig ef hann fær vitlaust fer hann tilbaka. En þannig að þegar við erum búin að gera fleiri spurningar þá verður það miklu fleiri en þegar við spilum það bara núna þá er bara ein spurning á mann. Þegar eftir að gera alla spurningarna? Já, og ef maður kemst hérna á 5 og það kemur hérna hindrun eða eitthvað, þetta er heppni, þá fann maður heppnina, en ef maður er að svara í fyrsta, og maður fer á einhverja svona hindrun sem að lætur maður til dæmis fara tilbaka eða eitthvað, þá má maður fara yfir ef maður svarar rétt, annars fer maður á hindrunina. Frá 4. bekk og upp í 7. bekk þau voru að reyna að fara í gegnum þetta nýsköpunarferli, kann að finna þarfir og reyna að finna hugmyndir að lausnum, velja síðan hugmynd sem þau vilja vinna með áfram, setja hana fram og þetta tengjum við líka við nýsköpunarkeppnina sem er haldin á vorin, bara grunnskólanemendur á miðstigi á Íslandi. Þannig að við erum að vinna líka, þau eru að undirbúa sína tillögur fyrir nýsköpunarkeppnina og eru svona þessi grunnvinna sem þau eru að vinna núna og eru að kynna í dag, það er svona líka grunn af því sem þau ætla kannski að senda inn, þeim hugmyndir sem þau ætla að senda inn í þá keppni. Og maður setur hann semst bara í eitthvað skáp, bara í hurðina og svo bara skannar það yfir allan skápinn eða ísskápinn eða eitthvað og ef það er eitthvað myklaður inni þá fær maður hringingu í símann og svo maður getur bara sett það í bara fullt af skápum og maður getur bara keypt alls konar svona og hvernig datt ykkur þetta í hug? Það er bara þessu óþolandi ef maður er eins og nýbúinn að kaupa ost, kannski myklaðan heldur að sé til nú ost svo
fer maður út í búð og kaupir allt annað nema ost. Og svo bara þegar maður kemur heim þá ekki til neitt ostur út af hér þarf að fara í ruslið. Þær vinkonur stefna á að senda þessa hugmynd sína ásamt fleiri hugmyndum í nýsköpunarkeppni sem haldin fyrir miðsti grunnskólan á landinu og hafa nemendur frá skólanum áður átt fulltrúa þar. Við erum bara með rosalega mikið af hugmyndaríkum krökkum hérna hjá okkur og við finnum líka bara að þeim finnst þetta gaman. Og ég finna líka bara á kennurunum, þetta er náttúrulega höfða mismunandi til áhugasvís kennara, sumir hafa mikinn áhuga á nýsköpun, aðrir hafa kannski fengið mikinn áhuga á nýsköpun bara í gegnum það að vera að vinna hérna, áhuginn hefur bara aukist og líka bara við að sjá bara hvað krakkarnir eru í rauninni upphentruð yfir þessu. En elstu krakkarnir þau eru voru með svona aðrar áherslur, voru að hugsa í 8. bekknum þá voru að tengja þetta við loftslagsmál, það var vinna sem var bara í gangi hjá þeim og þau ákváðu bara að tengja þetta við hana en í 9. og 10. bekk þá voru meira tala svona umhverfi, búa til umhverfi, skoða til minst bara hluti svo gatnamótin í bænum eða einhver reyti sem eru ónýttir og svona koma með hugmyndir, vinna saman að því. Verkefni gekk út af það að bara búa til borg sem að okkur bara, hefði langað að búa í og bara, selja borgina fyrir annað fólk. Og okkur fannst mikilvægt að reyna að endurspegla skólann smá þannig við ákveðum að hafa þetta í sama lit og skólinn mest partinn og við vildum líka endurspegla veðrið sem núna þannig við ákveðum að hafa skautasvell í miðjunni. Borgin þeirra ber nafni El Malía, en hvað skildi þeim finnast best við borgina? Það er strönd. En þú? Þú ert bara að spyrja mig hluti sem ég ekki búin að kynna mér. Nei. En þú? Ég myndi segja garðurinn. Bara skautasvellið. Við reynum að hafa þetta svona ákveðna áherslu árlega, þannig að þau eru ekki að vinna kannski allt árið með nýsköpun, heldur reynum að vinna þetta svona í ákveðin tíma og það er svona svolítið mismunandi hvernig þetta tiltekst. Nú reyndum við að vinna þetta bara öll á svipuðum tíma og stefna bara þennan endapunkt núna í janúar, það er svona kannski smá svona aðeins rólegra yfir og þetta er fyrsta skipti sem við erum með hana á þessum tíma, við höfum verið með hana á vorin annars. Þannig að við höfum svona eftir að sjá hvernig okkur fannst þetta takast til og þessi dagur. Ég er bara rosa glöð að sjá alla þessa foreldra og alla þessa krakka og horfa á alla þessar hugmyndir og það er bara ómetanlegt. Þau eru stödd inn í stofunni minni, stofubúðinni minni sem átti að lifa í 3 mánuði og bara í sumar. Og hér er hún enn og er að taka á sig breytta mynd og þróast bara. Erna hefur búið í Reykjavík alla sína tíð en komið á Seyðisfjörð ásamt fjölskyldu sinni undanfarin sumur til þess að slappa af og hlaða batteríin. Og svo er maður búin að fylgjast með náttúrulega öllum skipakomunum og öllum túrismannum og svo hefur ósjaldan einhverju leið á glugganum og verið að kíkja inn. Þess maður nýkomin í sturtu eða hvað eina og svo liggur einhver hérna og er að kíkja sko. Og hvumgóður, allavega það er liðin tíð nokkurn veginn og þannig ég ákvað að breyta eins til í ár. Því að fólk er svona forvitið hús að bjóða þau bara inn og græða á því í leiðinni. Þannig að allir vinna. Þannig var litla stofuverslunin Blóðberg til og eftir gott gengi í sumar ákvað Erna að halda áfram. Fjölskyldan á húsi sem að verslunin er í en það heitir Nóatún og er elsta hús bæjarins. Einnig eigaði húsi við hliðina sem heitir Ingimundahús og þar bjó amma Ernu til tvítugs og vinnur fjölskyldan nú að því að koma því í upprunalegt horf. Fór inn í þetta með engar væntingar, ætlaði bara að hafa gaman að þessu og var endalaust að fylla á og kynntist fullt af fólki og þetta bara æði. Þannig að ég ákvað að prófa að vera einn í vetur fyrsta árið mitt inn á Seyðisfirði og ákvað að taka eins og aðrar vörur. Og það var eina að höfða til fólksins á fjörðunum, eða Austfjörðunum til þess að bjóða eitthvað nýtt, eitthvað sem kannski fæst ekki alls staðar og koma svolítið með Reykjavík hingað. Ég er með 3 hönnuð og kirsuberjatrénu á Vesturgötu Reykjavík og svo er ég með 5 hönnuði fatahönnuði úr kiosk á Reykjavík. Þannig að það er Hildur Jómenn og Helikopter og Milla Snorra og Kristjana S. Williams gerir púðana hérna líka og það eru konir fastakúnar og svona og gaman og eins og með fötin að þá koma hérna nokkrar og svona á til og svo er ég alltaf með heitt á könnunni og það er bara verið að kjafta og spjalla og máta föt og bara hafa gaman að.
Svo stundum baka ég líka og svona streymir lyktin út og það lokkar. Og fólki þykir líka svo gaman að koma inn í þetta hús, þetta er svo mikil upplifun. Þannig að það er ekki bara að fara í búðaferð, heldur eftir að fara í, þú ert komin heim til einhvers, þannig í stofu hjá einhverjum og í elsta húsinu á Seyðisfirði í Þokkabót. Og þetta er sem sagt bara ákveðin upplifun og mér finnst það æði. Þannig að fólk hefur tekið andköf og það er búið að mynda hérna allt í bak og fyrir og já, þetta er bara búið að vera alveg ótrúlega skemmtilegt og gefandi í alla staði. En hvaðan kemur nafnið Blóðberg? Mér langaði að bara í tengslu við náttúruna. Ég er svona sjálf nokkuð græn eða þess að ég tel mig vera það og alltaf að þróa það meira og meira með mér og alltaf bara að hafa þetta svona í tengslu við náttúruna og alltaf umvæða mér svona fjöllum og þannig að já, einhvern veginn kom þannig til og bara festist. Það er náttúrulega verið rosa gaman að skýra búðina Nóatún en ég held að það verði orðið frekar mikið vesen þar sem starfar hérna verslun í Reykjavík sem selur matvörur sem heitir Nóatún þannig að það hefði ekki alveg gengið upp. Munurinn að vera á Seyðisfirði svona yfir hásumarið og svo keyrin í fyrsta veturinn sinn, hvernig hefur það verið? Það er allt annar handleggur. Það er alveg svart og hvítt en samt sem áður ekki. Mér líður alveg jafn vel. Í sumar ég þurfti reynilega bara að opna hurðina og fólki streymdi inn út af öllum skipunum ferðamaðurinn, hann bara labbaði hérna inn en nú þarf maður meira svona að auglýsa og svona að taka aðeins eftir sér og svo leiðist þannig að þetta er alveg ótrúlega lærdómur en dásamlegt, bara eins og ég segi, finnst þetta æði. Hvað er framundan hjá Ernu í Blóðberg? Ég reiki eitthvað staðina maður svolítið, maður er einhvern veginn bara fastur í umferð og maður þarf bara heima að elda og þvott og eitthvað, hérna hefur maður svona meiri tíma fyrir sig og ég er með alls konar hugmyndir þannig að það er bara spurning hvernig maður getur svona unnið úr þeim og byggt þetta svolítið á skemmtilegan hátt. En það er kannski aðalega ein sem stendur upp úr sem við langar svolítið til þess að gera og þá er að taka á móti vinahópum, saumaklúbbum eða það er kannski eitthvað svona stelpaafmæli eða eitthvað sem að brydda upp aðeins tilveruna. Þannig að það þarf ekkert endilega að fara eitthvað langt og það er alls ekkert að kosta neitt mikið. Þannig að við langar svolítið að fá eins og segja vinahópa, saumaklúbba og svona stelpukvöld og bara bjóða upp á rauðvín og hvítvín og já, og hafa svolítið gaman að. Svo er hægt að setja saman einhverja pakka þar sem er kannski, ódýr gisting, þannig að það er enginn að fara að keyra heim. Ég svona setja þannig fyrir mér að fólk hafi bara samband, hringi eða á Facebook og segja mér svolítið frá hópnum. Þá getur maður kannski komið með tillögur að pakka og þar sem henta hverjum að einum eða þannig séð hvað hentar þeim hóp. Ég er búin að halda 2 svona kvöld og það er búið að vera svakalega gaman. Þannig að eftir því, þessi 2 kvöld eiginlega gáðu mér þessa hugmynd að mér langar að taka þetta og bjóða fleirum upp á þetta. Já, þetta var rosalega skemmtilegt. Hér í gamla leikskólanum í Neskaupstað er Pokastöð Norðfjarðar með höfuðstöðvar sínar. Bak við þessa luktu dyr sitja þær og sauma poka úr bólum. Og ég er að spá að hjálpa þeim. Og kvöldið, stelpur. Og kvöldið. Hvaðan kemur hugmyndin að þessu? Hugmyndin kemur uppalega, allavega sá ég þetta fyrst þarna á Hornafirði, eða ekki. Og svo, og var alltaf búin að hugsa að gera þetta allavega fyrir sjálfa mig bara. Ætlaði að græja ykkur á bóli sjálf og eitthvað svona og svo bara fyrir mig. Og svo satt ég heima eitt kvöldi og bara en ég kom með svo mikið af bólum að þessi hugmynd bara kviknaði að bara fara í framleiðslu bara. Já. Það var alveg bara svona óvart, ekki? Já, og svo steilar svona að segja mér frá þessu svona óvart og svo bara áður við vissum vorum við byrjaðar. Hverjir gefa bóluna? Bara íbúar í bænum og ótrúlega mikið búið að koma af alls konar bólum og efnum og bara fötum. Við erum að breyta buxum líka. Náttbuxur og pils og alls kjóla. Kjóla og sængurföt og gardínur og... Já, allt mögulegt og við saumum bara mismunandi bóli, það er ekki allir bólinir eins. Við höfum verið að sauma úr svona þykkari efnum, gardínum og einhverju svoleiðis. Við höfum gert svona minni póka sem að henta kannski fyrir bókasöfn. Já, við höfum gert þetta nokkrar, við höfum að safna í svona smá sjó handa bókasafninu. Óps, flýgur þetta, allstaðar bólir og allstaðar, það er bara svoleiðis. Þú veist, eins og þess ætlum við bara að fara með, þú veist, á bókasafnið fyrir krakka til dæmis, eða bara alltaf sem að taka bækur. Þannig að það er ennþá verið að drefa plastbókum, þannig að
ætlum að koma þeim þangað. Notkun plasts hér á Íslandi sem og annars staðar í heiminum hefur mikið verið í umræðinni síðustu ár. Var það kannski byrjunin? Já, þetta byrjaði þetta þannig. Maður notað alltaf mikið af plastpókum, burðarpókum aðalega, sko, þú veist, í búðinni og svoleiðis. Og þetta sjálfur, og svo bara vatt þetta einhvern veginn upp á sem maður er miklu meðvitaðri, finnst mér allavega, finnst það ekki? Líka, Jú, og líka það, sko, að þetta eru pókastöðvar í búðunum, að þá er maður svo ofta að standa sig að því maður er komin í búðina og bara, pókin er heima. En þarna er þetta hugsað að þú farir þetta lánað og svo skilar honum aftur. Og þú ert kannski komið með 5-6 bóli heim, póka, og svo bara ferðu með það til búðina næst og nota kannski breyt. Þannig að þetta á bara að geta rúllað, þú veist, svona. Hafið þið fundið fyrir mikilli aukningu á notkunni í bæðifélaginu? Það er allavega sjaldan pókar í pókastöðunum, þó við séum búin að sauma yfir 600 bóli. Breyta þeim í. Einhvers þar eru þeir, sko. Og fólk heldur áfram að gefa bóli? Já. Núna til dæmis erum við að sníða úr gömlum neistaflugsbólum sem að hafa dagað uppi og ekki selst. Daginn fengum við skammt af gömlum samkaupsbólum og saumuðum úr því. Þannig að það er ýmislegt svona líka. Það var snemma í ferlinu kom kona og færði okkur stóran póka af bandíbólum. Þá hafði hún einhvern tíma verið í bandí. Og við höfum fengið þó nokkuð meira sér af ónotuðum bólum, sko. Og það fer ekkert til spillis af bólnum, eða það? Nei. Nei, þessi haugur sem við erum að skera af, að hann setjum við í Rauða krossin. Þannig að það sem við ekki notum og ef það berst til okkar einhverju flík eða efni sem við getum ekki notað, þá fer það í Rauða krossin. Getur hver sem er gert svona ból, svona póka? Já, það geta allir gert svona. Þið haldið að ég myndi geta gert svona póka? Já, ég bara, nokkuð vissum það, sko. Þið myndi kenna mér að það er að segja? Já. Nei, þetta er voða lítið mál. Og það er meira að hefur alveg komið hérna fólk, sko, og bara af forvitni og vilja fylgjast með og það hefur svo byrjað að sníða og svo hefur þau farið að sauma og það fór heim. Og aldrei hafðu snert saumavél, sko. Ég tók það stöllur á orðinu og vildi sjá hvort að ég geti búið til póka úr bólnum mínum. Og fyrsta verk er skurðurinn. Og mér tókst næstum því að gera þetta vel. Hann heima bara, þú vilt. Handvegurinn er svolítið víður. Þannig að þessum væri hugsanlega því að maður þurfti að sauma aðeins upp í. Já. Þetta er, ég veit ekki hvernig ég fór að klúðra þessu. Nei, þetta er bara uník. Þeir eru það er engin eins. Nei, það er engin eins. En ætlar að klára þetta? Já, klárum þetta. Er það ekki? Hvað ger ég nú? Nú bara snúðum við og þú saumar hann bara. Já. Svona óvilökuvél, hún sko voru passa. Já, þetta er óvilökuvél. Þetta er óvilökuvél. Og hún klippir þannig að hún er að, sker. Farðu bara aðeins inn á og hún sker kantinn, þannig að það er ekki að gera því. Nei. Lyftur upp hann aftan. Kannt að sauma, er það ekki? Lyft upp aftan. Hérna. Já, akkurat. Já. Þetta er ennþá eins bara og var alltaf. Akkurat. Nú getur þú örugglega að fara að brjóta inn á bara. Já, hvernig gerðu þið það aftur? Svona. Og svona. Það er bara með gamla laginu. Það er mjög einfalt, það er með gamla. Já. Ekki með. Saman og svona. Með og svona. Og það kom ekki gat. Og hvað, sleppið ég bara? Svo sleppur bara. Og keyrir þessu í gegn. Og svo stoppar það. Þá er bara pókið mér tilbúin. Já. Þá er ég farin í það. Þetta er farin. Þetta er blessaður. Þakkaði fyrir. Nei, ég gat nú ekki rokið alveg strax frá þeim því þessi saumakvöld eru afskaplega þægileg og félagskapurinn góður. Hvernig hefur mætingi verið á þessi saumakvöldi? Hvað ég nú ekki mest voru nú örugglega. 8 held ég voru flestar. Það er svona, ég held að við getum sagt að það sé svona 4 til 5 á hverju kvöldi að sauma. Við erum alltaf að vonast eftir fleirum og alltaf að bíða eftir að fleiri sjá sem fært að mæta og gerðum skoðanakönnun daginn á Facebook síðunni. Þannig að nú erum við búin að skipta kvöld, þannig að vonandi fara nú fleiri að láta sjá sig. Það hefur kannski verið kvöldi sem hentaði ekki? Já, og svo er það jafnvel tími í dag, sko. Fólk er náttúrulega að sinna ýmsu á kvöldin. Kynjahlutföllin? Þau eru svolítið skökk, sko. En við fengum síðast kallmann, sjómann í verkfalli sem kom að sauma með okkur. Já. Verðið þið aldrei efnislausar? Nei, ekki ennþá. Við erum með bara körfur í búðunum þar sem fólk getur sett póka, eða sett bóli sem við svo bara tæmum og... Við sækjum í búðunar efni við
förum síðan hingað, hittumst einu sinni í viku, saumum. Svo skiptum við aflanum á milli okkar og þvoum og förum síðan með í búðirnar aftur. Þannig að þetta rúllar svona þannig hringinn. En við lítum bara á þetta sem samfélagsverkefni, þú veist, við erum ekki að velta neinum peningum í þessu. Þetta eru gjafabolir sem koma og Fjarðabyggð leyfir okkur að nýta þetta húsnæði og þannig að þetta er bara samfélagsverkefni. Og þannig að allir vera með? Allir vera með. Hvað er konundagur? Kannski bara... Veistu hvað? Myndataka. Eða ekki mynda. Kannski... Það er líka myndataka. Kannski er það kökudagur. Kannski? Já, eða kannski allar konunar að mæta og systurnar eða mömmunar að einhverja stelpur. Kannski á þau að mæta í Lyngholt. En veitir af hverju? Nei. Bónda- og konudagur eru í hávegum hafðir í leikskólanum Lyngholti á Reyðarfirði, en þá er aðstandendum boðið að líta við, fá sér kaffi, spjalla og skoða listaverk barnanna. Á bóndadaginn fyllist húsið af pöbbum, öfum, frændum og vinum, en á konudaginn mæta mömmur, ömmur, frænkur og vinkonur. Við höfum búin að hafa það í hefð núna í ansi mörg ár að við bjóðum og höfum opið hús fyrir ömmur og afa og mömmur og pappa og frændur og frænka og systkini á bóndadag og konundag. Þannig að krakkarnir bjóða. En hvaða máli skiptir gott foreldrasamstarf í leikskóla? Skiptir öllu máli. Það er bara, maður vill hafa skólasamfélagi með sér, maður vill að fólk sjái það að skólarnir séu opnir fyrir þá. Að það geti komið inn hvenær sem að það er opið hús og bara hvenær sem þín langar að sittast niður og spjalla og fylgjast með starfin okkar. Það skiptir óbúslega miklu máli. Það er krókódíll í lyftinu minni og hann getur étið mann. Krókódíll, förum við upp á fyrstu hæð. Þú færð ekki að éta mig, það er ég sem ræð. Fá mömmur ykkar svona konudagsgjöf? Ekki alltaf. Ekki mín mamma, af því hún er frá útlöndum og Reykjavík. En já, hún ætla að vera þarna í 2 mánuði. Í Reykjavík? Já, og útlöndum. Hvað var hún að gera? Ég veit ekki. Nei. Engin krakkar koma með henni. Konudagsumræðan kláraðist nokkuð fljótt, en snillingarnir litlu höfðu frá ýmsu öðru að segja. Jólin var ég að setja skó í gluggann. Nei, ekki skó. Heldur setja pakka inn mandarínu og jólsveinninn opnaði pakkan og borðaði mandarínuna og skildi hýfið eftir í pakkanum. Er það? Já. Hvernig kemst jólasveinin inn? Ég skil þetta ekki. Hann bara, maður opnar gluggann. Já. Hann fer á sokkskálunum. Á sokkskálunum? Já, svona. Eins og Spiderman? Er það að djóka? Erum við sokkskálur á hendunum? Nei, ekki alveg. Nei, hann er með svona skó, svona fastust, já. Ert þú Batman? Finnst þið Batman flottur? Af hverju? Hvað getur Batman gert? Hann bjargað heiminum. Batman? Hvernig þá? Hann bjargað öllum. Framtíðar áform hópsins eru nokkurn veginn alveg á hreinu. Ég að vera afi. Ok, en þú, Edda? Má ég fara núna? Rétt strax? Hvað ætlar þú að verða þetta? Ég ætla að vera bara læknir eða eitthvað. Svo mamma mín eða eitthvað, ég er ekki búin að ákveða. Nei, en þú? Ég ætla að vera dýralæknir. Er það? Ég ætla að vera stelpa sem ræður sundinu, held ég. Stelpa sem? Ræður sundinu. Komdu nú á kroppinu mamma, ég krummi nafni minn. Komdu nú á kroppinu mamma, ég krummi nafni minn. Þá verður þátturinn okkur ekki lengri í kvöld. Við sjáumst aftur á 5. daginn klukkan 8.
Verið þið sæl.